Komið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myndkaupa. Í dag föstudagurinn 16. janúar 2026 og Bitcoin í $95.513 og hjá mér sestur Björn Harðarsson. Vertu blessaður, Björn. Blessaður sæl. Hvernig líst þér á þetta? 95.5? Já, þú veist, það var nú talað að út frá svona tæknigreiningu að 94 væri frekar sterkt einhvern veginn svona til að breyka, sko, þannig að það við fórum yfir 94 og svona tiltölulega auðvelda þegar að laga stað. Fórum alveg upp í basically 98.000. Já. Og sem að gefa til kynna eins og kannski það ekki að koma neinum á óvart að $100 núna orðin held ég miklu meiri veggur heldur en hann var nóvember 24 sko, þegar við vorum fyrst að fara yfir hann sko. Og þess vegna eins og ég hef talað áður sko, mér finnst mjög sennilegt að þessi $100 verðmiði verði svipað eins og $10 verðmiðin, þar sem ég held að séu yfirgnæfandi líkur á því að þegar við loksins förum yfir $100 verðmiða núna næst að þá munum við fara aftur undir hann. Öðru máli gegnir ef við náum að fara yfir all time high-ið sem 126.3 þá myndi ég halda svona bara almennt út frá hvernig svona gröf virka almennt að þá myndi ég halda að væri alveg sæmilega líkur að við værum búin að kveðja $100 verðmiðan. Man myndi vilja sjá samt að hæstu hæðinar væru talsvert fyrir ofana eins og var þú veist, þegar það fer yfir $20,000 2020 í desember að þá var náttúrulega þá var þessi $10 múl búin að vera alveg rosalega veggur. En svo ferði yfir all time high, en all time high þá var alltaf tvöfalt það sko, það var eins og all time high væri $200,000 núna, skilur við. Ef við hefðum eitthvað ralljað upp í 200.000 og svo kert alveg niður, sem hefði í raun og veru alveg verið svona sæmilega rökrétt og í takt við bara sveiflur sko fyrri hringrása, að þá myndi maður segja það sko, þegar við förum breykum all time high sem væri þá 200.000 þá erum við múin að kveðja 100.000 fyrir fullt og allt. Já, ég geti líka bara trúið því, þú veist, að það sem að gæti mögulega gerst og maður vonar kannski að gæti gerst er að ef við myndum breyka þegar við breykum all time high að þá gæti retail líka að fara að koma inn og græðkin fara í fólk. Já. Þú veist, ég er ekki viss að það gerist í 100.000 eins og það gerðist. Nei. 100.000 núna er ekki sama 100.000 þá upp á það. Útilokað. Við þurfum að minnstakosti 126 til að ná því sko. Jafnvel hærra sko. Áherslu á nefnina með græðkina. Ég sko mælikvarðinn fyrir grít núna ákúrat 50. Já, hann ákúrat í bara Newton. Sem hæsta sem hann hefur verið alveg í langan tíma sko. Það sé ekki bara hæsta sem búin að vera síðan fyrir þennan 10. október eða? Jú, gott ef ekki sko. Ég sá mér sem fór í 52 mjög tímabundið. Það var hann að þetta náðu 98 daginn eftir það. Þá var hann uppfærið 52. Jú, ég held sko hvað skýrir þetta sig að gerast núna? Við höfum svo sem talað þetta. Minnst eitt af því sem ég held að sé þetta bara jákvætt að þetta var svo mikið áfall eins og við höfum talað hérna áður í þættinum, þetta þessi 10. Og það var ekki bara áfall, þetta var líka þannig að það var svo mikill ótti að bara það ætti eftir að, þú veist, hvað segja þér, að líkin eftir 10. október ætti eftir að koma upp á yfirborði. Já, algjörlega. Og ég held að rauninni sko, menn hafa óttast að alveg fram að áramótum. Það er einhvern veginn búist við því að ef það kæmi fram, þá kæmi það fyrir áramót og þá svona hafi komið svona meiri bjartsýni í markaðan eftir það. Já, þú veist, ég held að þetta sé alveg svona í alvörunum talað, ég held ég nefnt að en áður í þessu spjalli sko að þessar hremmingar 10. október það skilja eftir sig alveg svona tráma, alveg djúpstætt tráma sem maður skilur ekki endilega alveg, það er umverulega ekki það er ekki meðvitað tráma sko, þá á ég alltaf bara við að ef við tökum sem dæmi menn eins og okkur og bara marga aðra sem eru búin að vera mjög lengi í þessu sem hafa séð svo svakalega sveiflur og maður einhvern segir alltaf bæði við aðra og sjálfan sig
og í góðri trú að maður sé orðið svo sjóaðar að þetta fái rosalega lítið á mann sko, en þú veist og ég segja svo sem alveg sjálf mig að þú veist, ég alveg búin að jafna maður þetta hefur engin áhrif á mig þetta 10. Ég tel mig skilja alveg af hverju þetta gerist og þetta, en þú veist þetta mér samt alveg í mjög fersku minni, bara ég var hana með konunum minni, við vorum að opna öppin okkar í símanum og við horfðum á bara því við vorum alltaf bæði svo altcoin heavy sko, og maður horfði bara einfallega á sparnaða sinn bara nánast verða engu sko. Já. Og þú veist, og ég gæti alveg trúað að fyrir bara mjög marga, þá það alveg bara tráma sem situr eftir, og það ætti einmitt, þú veist, að því að þú veist, þessi markaðar þú veist, hann svo brútal, það að segja þegar það talað sko að það þurfa að ná fram svona max pain til þess að veist, ná botninum og til þess að geta fara að snúa við og halda áfram, að þú veist þá ekkert verið að grínast með það, skilur, það engin einhver frasi eða eitthvað, þú veist, max pain alveg bara svona sem, þú veist, meiri sem hörðustu menn alveg bara svona, wow, ég bara, þú veist, þetta var brútal, sko, þannig að, þú veist, ég reyna að láta rökhugsunum mína ráða för og segja sjálf á mig, það eitthvað allt sem bendir til þess að þú veist, og þetta og svo náttúrulega tók nokkra vikur að svona eftirkostin sem voru lækkanir að svona eitthvað rökhugsunum segir mér, það allt sem bendir til þess að þetta hafi þá verið að versta og að versta sé að baki. Og ég held að sé líka, og það samt alveg eðlilegt að tók þetta þennan tíma, því að þú veist við sem búin að vera í þessu lengi líka vorum inna þegar öll gjaldþrotin áttu sér stað. Já, og þar sá maður að það gerðist eitthvað eitt slæmt og þú jafnvel hugsar, ok, wow, shit, ok, höldum áfram en svo bara fyrir einhver annar í gjaldþrot út af því að hinnir fóru í gjaldþrot að þeir áttu svo mikið steikið í og svona, þannig að maður hafði alveg áhugjur að þú veist, það ætti eftir að svona vera eitthvað snjóbolta áhrif af þessum 10. sem maður vissi ekki af. Já, einmitt, góða punktur sko. En ég held samt, þú veist að snjóbolta áhrifin voru kannski þeim skilninga því að þú veist, ég held að þið eru að tala gjaldþrotin. Já. Það var auðvitað kerfislegt vandamál. Já. Að það voru svo margir aðilar á markaðnum sem voru óábyrgir. Góða við það að núna má held ég bara að segja með frekar góðri samfæringu að þeir aðlar sem eftir sitja og hafa farið í gegnum 2021-2022 einfallega bara mjög solid af því að þú komst ekkit upp með að vera ekki solid í gegnum þennan tíma. Varandi snjóboltáhrifin af sko 10. Ég held nefnilega, ok, fyrir að fyrsta má nefna að var bara að búið að vera bara lækkuna fasi í bara einhverja 2 mánuði eftir þetta, en ég nefnilega ekki sko vissum að megi skilgreina þetta samt sem kerfislegt vandamál. Það má alveg gera það. Og ég raunin ekki að líka þessu saman. Ég meina bara tilfinning að það færast að maður fer bara að bíða. 100%. Af því að þú veist, það margir voru bara að díla við 10. Það bara, þú veist, það kom einhver tilfinning sko, hérna þú veist, þetta raunveruleg verðmæti, skilur? Það bara, þú veist, komið þau, þú veist, fyrir þá sérstaklega voru með þessi, altcoins að því að Bitcoin fór með þessi ekki undir 100.000 10. sko, fór í 101 eða eitthvað en þú veist, það fengur alltaf margir sem voru mjög hefi í þessum öðrum altcoin sem bara, þú veist, eins og voru Liberty Financial fór held ég í 2 cent það í 18 núna eins og við fjöllum með Atom skilur, fór bara í 0 þú veist, að menn voru alltaf bara býta ákverður umverulega held ég sko, en nóg það sem ég langar að fjallum í þessum þætti og ég veit að þú búin að undirbúa heilmikið en svona 3 punktar sem mér finnst standa upp úr og það að fjalla verðbólgutölunar, kannski ekki stór og eiginlega frétt í því en enga síður, eitthvað sem við verðum að gera það að fjalla alveg klárlega sem og þetta fara svolítið langt með að það já, við getum sagt aðför Trumps að Jerome Powell, seðlabankastjóra sem má segja hafi verið kannski svona lengi aðsí en hérna hafi tekið á sig búning núna í alvarlegri mynd og hérna Já, það ýmislegt áhugavert þar og svo það með sem líka náttúrulega og kannski mætti segja mikilvægast í þessu öllu saman
sem þetta Clarity Act eða hérna Market Structure Bill, þetta frumvarp sem tilgangurinn að minnstakosti að skerpa á löggjöf kryptomarkaðinn í Bandaríkjunum og nú að fá gagnrýni frá áttum sem manni finnst leiðilegt að sé að fá gagnrýni frá Coinbase og þegar ég segi leiðilegt þá ekki gagnrýni á Coinbase, ég að segja það gefur manni miklu meira tilefni til að hafa raunverulega áhyggjur af heilindum þessa frumvarps. Já, hvar viltu byrja? Sko, ég hugmyndið var að þú takir þetta allt í einu á 30 sekúndum og svona já, en nei, ég held að sko byrjum bara á þessu fyrsta, það er einfalt, það með verðbólgutölunar. Þær voru birtar í vikunni, það er verðbólgutölur fyrir desember og markaðurinn brást mjög vel við þessum tölum. Samt voru þær í samræmvæntingar eða hvort það voru hérna 10 punktum betri en væntingar stóðu til. Það er bara verið í samræmi væntingar, það er eitthvað 2 tölur sem var. Já, það er kjarnaverðbólgan og svo verðbólgan. Sko. Verðbólgan sem sagt 2,7% á ársgrundvelli. Ég held að það verið spáð 2,7 en svo var einhver... Já, svo er Core CPI sem er svona kjarnaverðbólgan þeir byrtaðan alltaf líka, hún var 2,6 ég held að hún hafi líka væntingar stóð líka til 2,7 þar og hún var 10 punktum undir en sýnir samt að markan hefur verið orðið þreyttur á að fá aldrei að bregðast ykkur jákvæðum fréttum, að hann bara tók þessa frétt sem, þú veist, ég segi þetta var svona okkur í samræðum væntingar og bara, þú veist, markaðurinn bara, þetta var rosa grætt dagur, hann að, þú veist, ETH var upp 7-8% og þetta var dagur sem Bitcoin fór upp í 98.000. Já, ef það er áhrifin, svo getur maður líka sagt bara, var bara ekki komið tími til að fara af stað. En þú veist... Jú, en þú segjum að hún hefði verið, segjum tölun hefði verið 2,8, þá ekki lofa að þetta ekki gerð, sko, skilurðu, þannig að, þú veist, þetta alveg svona spila inn í, en þú veist, ég held samt að mig alveg segja bara, ok, það hlýtur þá mig að fallast á það að þeir eru að ná tökum á þessari verðbólgu. Verðbólgumarkmið Seðlabankans í Bandaríkjunum er 2%. Á Íslandi er það 2,5%. En þú veist, það er ekkert svo rosalega síðan að verðbólgun í Bandaríkjunum var 9,2%. Þannig þeir eru búin að keyra hann alveg mjög langt niður. Það er rosa, mér finnst mjög erfitt að skilja þetta, því þú veist, mér finnst svona þú veist, gull og silfur heldur áfram að hækka. Það er reyndar, við erum alltaf verið með fjallum silfur. Ég á búin að hugsa, ég held að fjallum silfur, gott þú nefndi það. Já, og þú veist, sögum myndi segja að þú veist, ef gull og silfur er að hækka, þá hlýtur að vera eitthvað slæmt ástand í þjóðfélaginu, við þurfum bara að hækka verðbólgu. Eða þú veist, ég geti komið stærri. En svo er kopar að hækka og kopar og silfur svo sem eru tengt stundum við að sé bara að fara að aukast framleiðsla og svo framvegis, sko. Já, getum hent inn í, ég meina, þú veist, jákvætt, neikvætt og alls konar svona Russell 2000, ég myndist ekkert maður á það fór í all-time high í vikunni og meðan Russell 2000 hefur oftast verið rosalega mikla fylgni við altcoins einhvern veginn, að því það er meira svona risk einhvern veginn. Og altcoins og getum alltaf sagt það, altcoins að byrja árið vel. Já. Það er bara staðrind. Þú veist, Solana fór í 148 en núna eitthvað í 143. Altcoins hækkaði meira heldur en Bitcoin. Já, mitt í Ethereum, þú veist, er alveg núna síðast þegar tjekka árum fór þáðin í 3,3, fór næstu í 3,4, eða fór basically í 3,4. Þannig að þú veist, og XRP fór í 2,41 en núna eitthvað undir 2,1, 2,07 eða eitthvað. Þannig að þú veist, það er að byrja árið freka vel. En sko... einmitt, að þú nefnir þetta með gull og silfur sko það er ekkert svo langt síðan að Bitcoin flippaði heildarmarkaðsvirði silfurs síðan þá hefur silfur tekið eitthvað ævintýrlegasta hækkun sem maður bara hefur séð á svona stóra eigna því að sko silfur er núna held ég eitthvað kringum $5 trillion markaðsvirði það er silfur er verðmætara en öll fyrirtæki sem eru skráð á markaði í heiminum. Það er ekkert fyrirtæki Nvidia er sem sagt það er það er verðmætara skráða félagi í heimi og ég man ekki að það er 4,5 triljónir 4,6 eða eitthvað silfur með 5 sem því það núna þyrfti Bitcoin að tæplega þrefaldast til að ná silfri og gull, það er ekki svona sem maður alltaf hugsa að gull væri með $10-12 trillion market cap, það var talan sem var eitthvað bara óhreyði í mörg ár
gull er komið yfir $30 trillion market cap. Og þetta er sama með gull og silfur. Menna, ef þú keftir bara silfurpeninga hefur 10 ára síðan, þá er þetta nánast bara fyrsta hækkunin bara á þessum 10 árum. Já, einmitt, það hefur heldur betur er hann að koma núna, sko. Veist, þannig að, veist, hérna, unsan er öruglega á gulli, alveg held ég bara pottit að fara yfir $5.000, eða, veist, þetta veit ég ekki, en mér er þetta mjög líklegt. Og ég geti trú að það verði svona ákveðin hughrif sem það hefur, sko, að bara eitthvað veginn, þú veist, sjá $5.000 unsu á gulli, sko. Það er orðið, hérna, og silfur er rétt að snerta $100. Þetta er alveg svagalega. Það var einhver að bera þetta sama við bara hvað fyrir einhver ári síðan olía kostaði í silfri. Já. Hvað kostaði í dag? Það er bara þvílík bara, þú veist. Já, einmitt. Það bara segir þú veist að hvað silfur gagnvart öðrum eins og olíu hefur hækkað mikið. Sko. Einmitt. Og kaldan við þetta er svo að hérna ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða þetta af því að maður er náttúrulega sjálfur alveg svona diehard bitcoiner en það er svona smá partur af mér sem finnst gott á ég þarf að fara varlega þegar ég er að tala um þetta af því að auðvitað vil ég náttúrulega ekkit annað sjá en að bara bitcoin vaks og vaksin málega ég hef bara engar áhyggjur af bitcoin þegar framlíða stundir þess vegna leyfi ég mér að hugsa og tala svona þannig að smá partur af mér sem finnst það gott á þess að svona hrókafullu bitcoin maksa sem þú maður svo eftir voru alltaf að drulla yfir gull þetta var rosalega áberandi 2020 og 2021 og Michael Saylor var náttúrulega mjög mikið bara eitthvað gull, dead money og allt þetta og tala um hvað þetta voru mikla risælu það var jafnvel komið mér sér út í það sko að það var eiginlega að tala verðum þá heldur en sko Fiat establishment gaurana skiluru og svo bara tekur gull bara og gjörslega keyru upp á meðan bitcoin er eitthvað skili eftir í ríkinu veist, lífið er bara alltaf að kenna manni það þú veist þú græðir aldrei neitt á því að vera hrókavillur sko þú getur tapað mjög mikla á því getur tapað kúlinu og peningunum og orðsportinu you name it þú græðir aldrei nokkun skapaðan hluta á því sko. Sparaðu stóru orðin. Já. Að minnstakosti ef þú kemur stóru orðin, þú reynda verið gjarna að koma stóru orðin í hlaðarpi, ekki við marga aðra, en máli það kemur alltaf frá samt sko stað heilinda og einlægni. Það er aldrei hrókið í því. Fattar, nei, það er mjög svo ef Bitcoin fyrir all time high í februar þá mun ég bara minnast á stóru orðin já, einmitt, þá kemur hér komin og hrókin en sko, ok þannig að hérna þú veist og þá til að ljúka þessu með gull og silfur er að sem ég veit ekki hversu samt endilega sterk rök eru en mér finnst sjálfsagt að nefna því hérna maður er búin að vera að hlusta á marga sem er að greina þetta sem er að segja af því að narratífið með gull og Bitcoin og raunverulega silfur líka er að þetta eru eignaflokkar sem raunverulega þú fjárfestir á grundvelli sömu raka og þú fjárfestir í Bitcoin að þá megi reikna með því að það verði eitthvað hagnaður tekin úr þessum fjárfestingum í gulli og silfri og keypt Bitcoin fyrir það að basically bara reallocation á þú veist þannig ertu með hvað þetta er tæplega $40 trillion $37 trillion market cap og hérna Bitcoin er eitthvað það bil hérna $2 trillion market cap þannig að rökin eru eitthvað þá lega það væri eld að reikna með því að eitthvað verði eitthvað hagnað verið leystur úr gulli og silfri og sett í Bitcoin og þú veist og það er alveg góð rök fyrir því þú veist við talað það þú veist að með þess að silfur og Bitcoin hefur verið mörgleiti svipað því leitinu það svona hefur laggað venjulega 100 dagar setna þá hækkar það eins og gull hefur gert sko og þú veist og Bitcoin hefur elt silfur líka en svo er bara vandinn við það ég meina ef að það væri samt að við getum bara treyst á þetta þá ætti rauninni Bitcoin hafa hækkað hérna síðasta haustur við vorum að tala að vera að koma 100 dagar sko. Já, en bæði það en líka það sem ég finnst kannski lélegast eða verst við þessi rök er að, ok, markaðurinn er augljóslega núna, það er bara staðarind og ef við tökum bara síðasta ár þá var markaðurinn búin að senda augljós skilaboð að hann er að líta á gull og silfur sem besta debasement trade-ið, ekki Bitcoin. Jú. Það er bara staðarind. Ef við tökum þennan tíma, við getum farið 5 ára til tíman og sagt, já, þá horfður þetta öðru sig, en ég er bara að taka síðustu 12 mánuði.
og það sem ég finnst lélegt við þessu rök er að hann er verið að segja sko, ok, við erum sem sagt með trade sem markarinn er að segja að sé ekki hérna top tier debasement trade en við erum að segja að það verði eitthvað selt úr besta trade-inu yfir í okkar þetta er svona lúsera argument, það má vel vera að sé heilmikið til í þessu en þetta er samt svolítið svona lúsera argument, þetta er eins og að segja ef þú ert með þú veist Tesla eða þú ert með Google eða eitthvað og svo er Nvidia bara keyru upp eða eitthvað svoleiðis og þú ert fann að segja já ég held samt að Google sé geggja play núna, þú veist, þetta veit ég öll þessi Magnificent 7 eru búin að vera rjúka upp en þú fattar segjum að Google væri skil eftir í ríkinu og margar að vera að senda skilabóðin hefur Google er ekki góð fjárfesting og svo er þetta að segja, já, en ég held að þetta sé núna svo gott play að því að það eru eitthvað selt úr því sem margarinn er að segja sé best og fært yfir þetta, þegar sagan sýnir einmitt þegar margarinn virkilega tekur ákvörðun þetta er besta treytið, þá fer allur peningurinn í það. Já, en svo er líka bara önnur hlið á sem ég ætla að segja, þú veist, það getur vel verið í sögunni hefur þetta gert svona, en ég ætla bara svona smá að segja, þú veist, ef að Bitcoin fer að hækka, þá er ekkert endilega vissum að sé að fara úr hinu, þú veist, að því að þú veist, það sem að kerði mikinn hluta af gullkaupunum voru seðlabankar heimsins að bæta við þessu gullforða. Já, einmitt. Þetta er ekkert, þeir eru ekkert að fara að segja, ok, nú er þetta að fara að ná okkur að hækkun og ætla að færa okkur yfir Bitcoin. Einmitt. Og Kína bara á stóran þátt í því að gera gull vinsælt á síðasta hvað, 6 til 12 mánuðum eitthvað. Já. Það er góð punktur, mjög góð punktur. Svo er kannski svona hvað ég segja skemmtilegasta hitafréttin því að market structure fréttin er svona dálítið sem við þurfum að greina dálítið grúndýrt og reyndar þetta sem ég var að tala um núna líka en þetta er kannski einhver leiti skemmtilegasta, eldfimasta að það er að nú er búið að hefja rannsókn, sakamálarannsókn sem gæti leitt til ákæru verða hann fundinn sekur eða verða hann metinn sekur af hálfu rannsakanda á Jerome Powell, seðlabankastjóra Bandaríkjanna og þetta er búið að valda miklu fjarafóki meðal annars hafa ýmsir seðlabankastjórar heimsins skrifað undir stuðningsyfirlýsingu til Powell þar á meðal seðlabankastjóra okkar Ásgeir Jónsson og þetta snýra því að eins og við fjöllum hérna á sínum tíma það fór kostnaður við endurbætur og viðbyggingu þetta er aðalheldi endurbætur já á húsnæði Seðlabankans í Bandaríkjanum húsnæði Federal Reserve fór úr átt að vera 1,9 miljardar dollara Powell segir og það eru tölunar sem ég held að sé vera miða við fór í 2,5 miljard dollara Trump segir þetta var í 3,1 raunverulega kostnaðar er 3,1 miljardur dollara og að það er verið að tala um að þessi meinta óráðsía og meinta bruðl hafi verið svo yfirdrifið og yfirgengilegt og það hafi skort á fullnægjandi gagnsæi og upplýsingagjöf af hálfu Powell að þetta sé refsivert þetta sé ekki bara einhver kæruleysi þetta sé hreinlega criminal spending of public funds Já, þetta tengt þessu þá er þetta búið að vera lengi í gangi við töluðum það einhvern mann í fyrra eitt eftirminnlegasta vídeo sem maður horfði á síðasta ári þegar þeir sem voru báðir hérna með verkamanna hérna hjálminn og hann var hérna að skoða eitthvað skjal og þú veist ótrúlega magnað sko og við fjöllum, ég myndi finna hvernig minni virkar af því að ég var að rifja nákvæmlega þetta aðtöku upp þegar ég að lesa þetta og þetta komíska vídeo og í svona hálfa sekund var ég, var þetta ekki Saturday Night Live og svo bara nei, vá, alveg það var djókurinn að þetta væri eins og Saturday Night Live þetta var raunverulega ekki þannig og að veltum fyrir hvernig mun minni maður virka eftir 20 ár sko, þú veist, verður það ekki komið í minni sem já, maður getur Saturday Night Live þættinu við Trump og Powell en þú veist, ok Powell svara fyrir sig Já, hann fréttir af þess að þetta sé fyrir að koma og hann svara fyrir sig á sunnudegi Já, einmitt og það er eiginlega bara sögulegt að þú veist að seðlabankastjóri komið fram og haldi fréttamannafund og rauninni segi bara
þetta sé árás í Trump fyrir hann að sé ekki að lækka vextina. Já, einmitt. Og sko mér, ég hef nú haft orð á því áður, sko, en mér finnst Powell vera dálítið cool gaur, sko. Þú veist, hann klár, hann hérna, þú veist, hann ekki mikið nema stundu þegar hann raukst í þessar ákvarðanir hérna, sérstaklega þegar hann ákveður að hvorki lækka nýja hækka vexti, að þá kemur stundu svona svolítið fróða, en yfirleitt finnst maður að vera svona svolítið skýr þegar hann að tala og ég veit ekki, ég fíla gaurinn ágætlega þó ég fíla ekki endilega það sem hann stendur fyrir, sko, en hvað finnst þér þetta? Hann segir þetta, bara ok, þetta eru formerkin sem verið að styðjast við, að þetta sé vegna þessar kostnaðar á þessum endurbótum, raunverulegt tilefni þessara pólitísku árása það að ég ekki búin að þóknast Trump með minni stýrivaxtastefnu. Já. Ég bara sannfærður að það. Þetta var ekki í gangi en maður vildi losna við hann. Já. Og svo myndi einhver segja, hann ekki hvað sem að losna við hann? Já. Það bara ekki þannig. Þú skoðar þetta aðeins betur. Að, þú veist, ég fór aðeins að stúdera þetta. Ég held að við séum með 15 manns í stjórn Seðlabankans. Já, einmitt. 7 af þeim kosin af þetta er forseti Bandaríkjanna á 2 ára fresti. Já, og þingið þar held ég að staðfesta allt, öldungadeildin. Já, þetta er þingið forsetin á 2 ára fresti, þeir sita í 14 ár. Já. Einn fastur frá New York Fed. Já. Og svo 7 held ég frá öllum öðrum einhver svona Seðlabanka. Já, einmitt. Og sko, það sem tvennt sem ég að hugsa, það annars vegar það kemur nýr stjórnarformaður en sko og þegar þú segir stjórnarformaður þú ert að tala Seðlabankastjóra kemur nýr Seðlabankastjóra en það þýðir ekki eins og ég hélt kannski að svona það gefið mér bara áður ég fór að kynna mér þetta að Jeremy Powell væri bara þá bara farin bara í skíðaferð en hann getur verið endurkjörinn. Nei, hann í 2 ári viðbót sem bara almennu stjórnarmaður. Já, þannig að hann en hann ekki lengur federal, hann ekki lengur chair. Nei, hann ekki lengur chair, en þetta maður sem mun alveg örugglega hafa áhrif. Já. Og þú veist, og Trump vill bara losna við hann vill losna við hann algjörlega. Og svo fyrir að skoða þetta ennþá betur. Þetta ekkert eina dæmið. Nú man ég ekki, bara ég skrifaði ekki hjá mér, að hann losaði sig við einhverja konu sem var hann með einhverjum ásökum einhvað sem hún átti að gera og svo var einhver einn viðbúð sem þetta losa sig við. Hann bara nota sínar aðfarir eins og hann eigi fyrirtækið að reyna bara að koma sínu fólki að og þú veist, og hann þetta bara eins og hann til í að nota allar aðfarir, hann þetta bara leitað að einhverju, hann búin að plotta að nota þetta lengi. Ég ekki vissum að einasti forseti væri með eitthvað máli gangi gegn Seðlabankastjóra nema Trump. Sko ég held að þetta sé örugglega alveg rétti að það sem tilefni einmitt að hann vil bara losi við hann út af hann ekki ánægður með hvernig hann að beita þessu stýrivaxta tóli. Má samt ekki spyrja einu, þú veist, nú ég engin sérfræðingur en þú veist, ég bara horfa á þessar tölur og gefum okkur þessi tala sem Seðlabankin vill miða við, sem 2,5 milljarður dollara við endurbætur á húsnæði. Við erum að tala um að þetta sko 2 ára 250 milljarðar og þetta þá 313 milljarðar króna. Já. 300 og þetta yfir 300 milljarðar króna. Þú veist, og ég var eitthvað að kynna mér þetta og það eitthvað, jú, þetta allt friðað og þarf að vera gert eftir einhverjum, þú veist, allar endurbætur vera að standast einhver friðunarlög og guðum á þetta hvað og eitthvað, en þú veist, maður hlýtur það með bróki, ég bara sem leikmaður, ég fór eitthvað að kynna mér hvað kostar að sko byggja frá grunni risavaxin NFL stadium og það á bilinu 1-2 milljarðar dollara. Og maður bara svona, ok, þannig að þú veist, það þetta 125-250 milljarðar dollara, þú veist, skilur, aftur, ég ekki sérfræðingur, ég bara hefði haldið að það væri frekar skrítið ef endurbætur á húsnæði væru kostnaðar meiri en að byggja risavaxin leikvang frá grunni.
Já, ég alveg sammála þessu, þú veist, og sennilega þetta í Seðlabankinn vera ennþá betri að passa sig á svo hann einmitt alltaf að, þú veist, að tala eitthvað aðhaldi í hérna neyslu og þú veist, og hérna skilurðu, fólk eigi ekki að vera að bruðla með peningana sína, kaupa ekki nema nauðsynjar og svo bara við vorum að setja hérna 300 milljarða til að bara hérna gera smá endurbætur. En svo getum við örugglega sagt minna, þú veist, ok, ef þetta væri bara svona allsjara skoðun á öllum ríkisstofnunum og þingmönnum og allt svoleiðis, þá örugglega getum við fundið alveg fullt af svona einhverjum dæmum, þó ég er ekki að verja þetta. Nei, ég bara segja, ég held að það sé alveg rétt, þetta er örugglega, þetta ég er svo sem ekki kynnt mér það var eitthvað svona hýring fyrir Jeremy Bauer að svara og hann var nú að segja að var einhverja rángfærslur í því sem að hérna fréttirnar voru að sína og svo frá, ég bara þekki það ekki hann vil meina þessi 2 rángfærsla, annars verður þessi tala sem Trump vill miða við þessi 3,1 milljarður dollara og hins vegar það að hann hafi ekki veitt fullnægjandi upplýsingagjöf, hann segir ég veitti allar upplýsingar. Þú veist, það er rétt, þetta fór fram úr áætlun var 1,9, þetta fór í 2,5 en það var allt hérna veitt með góðum fyrirvara upplýsingar sem ég veitt í þinginu sko. En svo ég segi, hafði þetta einhver áhrif á markaðin? Já, til að byrja með þá byrja þetta að lækka aðeins og hérna, en ég gæti í alvörinni trú að þetta muni hafa mögulega mikil áhrif sko. Trump er eitthvað þannig að hann, þú veist, fannst mér, búin að byrja árið frekar sterkt eftir að hafa enda árið fannst mér mjög illa og verið bara ekki á góðu róli og við fjöllum þetta síðastina. Svo kemur þetta, þú veist, þetta er svona, Trump er svona eitthvað hann er eitthvað þannig að bara leiðum að fara að anda aðeins léttar og bara ég held að hann sé að stýra skútunni hérna sæmilega sko, að þá kemur eitthvað svona sprengja sem er bara, shit, þetta geti allt eitthvað farið á hliðina núna, því að þetta er sko söguleg aðför forseta að seðlabankastjóra og þú veist, það sem ég svona en það sem Trump hefur eins og er að hann hefur eitthvað einstaka lagni við það að geta afstýrt einhverjum lestarslýsum sem virðast óumflýjanleg. Þú veist, hann einhvern veginn skapar einhvern glundróð á okkur aðstæður þar sem maður bara fylgist með þessum það er bara óumflýjanlegt lestarslýs að fara að eiga sér stað. Þá er hann alveg með einstaka lagna einhvern veginn, þannig að ég bind vonum við það, hann einhvern veginn nái að kæla þetta og afstýra þessu, en það sem er sko Seðlabanki Bandaríkjanna eða Federal Reserve er samkvæmt lögum með sjálfstæði en það hefur og var lengi, ég var eitthvað tók mér svolítið tíma að vera að lesa mig til þetta er búið að myndast núna síðustu áratugi að þá er myndast bara eitthvað svona venja að forseti Bandaríkjanna sé ekki að gagnrýna stýrivaxta ákvarðin seðlabankastjóra. Það er eins og var ekki alltaf þannig og það var þóttalega mjög eðlilegt bara forseti Bandaríkjanna getur ekki tekið fram fyrir hendur seðlabankastjóra stýrivaxta en hann má sannarlega gagnrýna það. Trump er bara svona, þú veist, ég er maðurinn með valdið. Já, það hefur verið held ég síðan, er ekki rétt hjá mér, að síðan 2008 þá er búið að vera pólitísk svona áhrif á seðlabankastjóra verið meiri. Ég meina ráningin eða skipunin er náttúrulega pólitísk, sko, skilur, en þú veist, svo er náttúrulega einhver umgjör það sem á að... Veist hver réð Powell uppalega? Gæti það ekki verið Obama? Var það... Ég þór ekki að fara með, ég veit ekki hversu lengi hann er búin að vera. Það var ekki, hann er þetta búin að vera... Það er alltaf ekki Trump. Nei, það er ekki Trump, hann er búin að vera vantilega í að verða 12 ári. Já, þá er það reyndar ekki Obama, sko. Ef hann á að vera 14 ár og 2 ár eftir eins og ég skildi það. Já, býtu Obama hætti 2016. Þetta er líklega Obama. Það er engin vand að fletta þessu upp, sko. Það er engin vand að fletta þessu upp. Þetta er ekki Trump. Það er Trump sem er í hann. Er það? Já, ég held það nefnilega. Já, ok. Takk fyrir... 2. nóvember 2017. Það er Trumpar. Já, ég held það nefnilega. Svo bara fór ég að efast um. Takk fyrir að láta mig vita. Já, vel gert. Ok, já. Áhugavert. En þú veist, það sem er sko... það sem ég held bara eitthvað veginn að við erum á ótrúlega áhugaverðum svona
það er svo áhverju hlutir að gerast í stjórnmálumann í Bandaríkjónum og það minni mig, eða svona ég sé svo mikla speglun við það sem ég lesi mig til Teddy Roosevelt, þar sem einhver veginn, hann var með svona, fór að gera hluti sem bara þá var einhver einn frægur fundur að sem að tala við sko hérna oljurissana, Rockefeller og Standard Oil og þessa hann sagði bara að ég er að fara að splitta ykkur öllum upp þessi einókun, hún bara ég er að fara að taka bara með hérna einu pennastriki, ég er að fara að splitta ykkur öllum upp og þá einhver lögmaður á þeirra vegum að sagt bara, heyrðu, þú mátt það ekki, það er hérna stjórnarskrá Bandaríkjanna bannaður þessa tilburði og Teddy Roosevelt á að segja, já, ég veit allt um það en ég er samt að fara að gera það og hann gerði það og menn held að hann væri búin að missa það og væri klikkaður og okkur svoleiðis en hver er á Mount Rushmore núna? Hann er einn af þeim, Teddy Roosevelt og þú veist og hefur farið niður í söguna sem einn besti fórsti Bandaríkjanna þannig að þú veist, Trump hefur þetta tækifæri til að eitthvað veginn, hans legacy verði bara eitthvað trúður, eitthvað madman, eitthvað þrjótur eða ef hann nær eitthvað veginn að láta þetta allt ganga upp þá gæti ég trúa að hann þú veist, að því að er ekki eðlilegt að forsetin hafi eitthvað um það að segja hvernig hérna stýrivextir eru, að þetta er eitt mikilvægasta tól til að hafa áhrif á efnaðinu landinu. Og svo er bara fullt af hlutum, hann ég hugsaði, við ættum að geta tengt það, við erum þessu upptekin af bara, þú veist, orðum sem hann segir og skoðum ekki heildsinni, ef við skoðum bara allt sem hann er að gera til að reyna að bæta efna, en minna, þú veist, við höfum verið að tala um tolla, ég ætla ekki að minnast á það, minna, hann hefur til dæmis talað um hluti sem ég myndi alveg telja að höfða til í Íslendinga, hann vil lækka, setja þak á kreditkortavexti niður 10%, sem hefur verið alveg alltaf 30%. Hann vil setja skorður fyrir sjóðu og fyrirtæki að kaupa íbúðarhúsnæði. Þetta er tvennt eitthvað sem að Íslendinga myndir alveg til dæmis tengja við. Hann vil jafnvel sko reyna að lækka tekjuskatt og þú veist og sumir vilja meina að það getur verið hægt að betra að taka pening af tollum í staðan fyrir tekjuskatti og svo framvegis og svo þetta með þú veist tips þjórfé no tax on tips hann er alveg þú veist hann er að koma með fullt af atriðum sem virðast vera til þess fallin að bæta kjör hins almenna borgara ég held að hann sé að upplifa það er ekkert að þessu að vera nóg áhrifaríkt meðan, þú veist, vextir lækka ekki. Þannig ég held að hann sé að vera brjálar því bara, þú veist, bara Powell er með allt í lás, verðbólga er að fara niður, það er teikn á lofti að atvinnuleysi sé að aukast og meiri sé að tökum bara, þú veist, Larry Fink skilur, þetta er ekki bara eitthvað Trump skilur, Larry Fink er búin að vera að segja, þú veist, þú ætlar að lækka þessa vexti meira aggressíft. Þannig að þetta er ekki svo Trump sé að segja eitthvað sem enginn er sammálunum sko. Og veist, ég held að við allavega værum ánægði með að sjá, ég held að allir á kryptomarkaðinu vilja sjá Powell lækka vexti sko. Veist, og þá spyrir maður sig hver vill ekki sjá Powell lækka vexti skilur þú þannig að þú veist við getum alveg tekið hérna heilan þátt og finnst bara stýra vextu og stýra vöxtum en við tökum það ekki núna en ég er sammála þá kannski að fara í þetta þriðja mikilvægt atriði og ég veit að þú ert búin að stúdera það mest þannig ég fæði senda þann boltar svolítið bara yfir á þig þó ég sé nú að þetta búin að kynna mér eitthvað að það er þessi senkun og mögulega einhverjir hnökrar eða brestir eða högt eða hvað þú vilt kalla það á Clarity Act eða Market Structure Bill þessari löggjöf sem við erum búin að vera að bíða eftir lengi að hérna, margir búin að vera að tala hreinlega bara þegar þessi lög vera samtíð þannig að tala mjög mikið í fyrra þá eru við bara að fara að sjá svo gríðarlegt innflæði fjármagn svo erum við að fara að sjá svo gríðarlegt adoption hjá bara öllum institutions, bönkum, sjóðum, you name it á krypto og ég er sammála og ég hef sagt það hérna í þættinum en svo bara síðustu vikurnar þá hef ég verið svolítið hugsi ég var að hugsa að ræða ákveðna hluti þetta síðast sem kannski ágæti gerði ekki að því nú bara konum meira fram þú veist sko ég veit ekki stundum verið bara eðlilega kannski skoðunar okkar svolítið bara háðar bara eignasafnin okkar þú veist við viljum fá þetta þú veist ég alveg stend með því að ég hugsaði já ég vil fá þetta þá fer hérna Ethereum og Solana í all time high en svo þú veist rifjaði ég upp bara af hverju fór ég, hvað var það sem að var til þess að ég fjall fyrir krypto það var bara, þú veist,
það var til dæmis bara að þú veist, allt bara eftir 2008 sem maður sá hvernig bankakerfi virkaði og trúin á þetta hérna, decentralized finance og bara þú veist að vera ekki háður bönkunum og svo framvegis. Ok, svo hérna þannig að ég, þú veist, var aðeins byrjar að skoða þetta en sko þetta eru tvö, þetta var hérna Genius Act sem var stöðuleikamynd og þetta tengist svolítið og svo er það þetta sem að, eins og þú segir, átt að gera rosa mikið og átt að gefa það kleift að þú vissir hvað mátti gera, hvað væri svo kallar security og hvað væri commodities einhvern veginn sko og hérna en það er þetta fullt meiri í þessu. Svo bara kemur í ljós, menn ég skoða þetta fyrir viku síðan og þá sá ég svona það voru veikleikar í þessu. Það var þetta stóra mál sem ég kem aðeins inn á þetta með stöðuleikamyntir og vexti og svo var var inn í þessu þá fyrir 1-2 vikur síðan að þetta verja forritara sem var að þróa að þeir var ekki ábyrgi fyrir ykkur sem þú myndi gera á plattforminu eins og hefur verið að setja menn fyrir dóm fyrir það að einhver annar var að nota þetta til að reynsa peninga það var, mannst ekki eftir hvað heitir plattformi sem að Tornado Cash já, Tornado Cash já. Og þetta verja þá menn þorðu bara að fara að þróa sko. Svo var það allt í hennu breytt jákvæmt í þessu líka er að þú mátt eins og þetta er í dag þú mátt vera með self-custody og ég má senda þér það var náttúrulega sko ef það er bannað ef maður mætti ekki varsla eignir sínar sjálfur þú veist, þá myndi ég segja bara þá er bara þú veist já, þá er þetta bara game over eða skilur hvað er að fara þá game over það sem var breytt til þetta hvað skjalið kom út sem átt að fara fyrir svo kallar markup sem ég veit ekki alveg hvað þýðir til áður að það færi til atkvæðagreiðslu það var það áður þannig að þú þurftir ekki KYC eða þú veist know your customer að í DeFi en núna er það komið inn okay, hvað þýðir það? Það þýðir að bara DeFi bara er búið einhvern veginn, þá er það ekki DeFi lengur einhvern veginn sko það er með þessa setningu sem er mjög athyglisverð með að við það að við erum stolti stór orð að segja sér búið en það er mjög neikvætt svo erum við með setningu í þessu sem að rauninni kom í rosalega óvart sem að menn héldu að bara yrði ekkit það í þessu sem er það að heitla svo kallar real world assets sem er rauninni bara tokenæsa rauninni að það sé bara bannað í kryptó. Nei. Jú. Það var bara allt í og ég voru að tala þetta og ég veit samt ekki alveg hvaðan það kemur. Það er svona náttúrulega eins og allir getur verið eins og verið með Google Sheets það er allir að skrifa í skjali. Hvað ert að segja? Já og það er bara hefur ekki fengið mikið umtal. Þetta mesta umtalið er þetta með stöðuleikamyntir. Já. Wow. Það er náttúrulega, ég neita að trúa því að það veri nokkuð tíman að lögum. Það gengur ekki upp. Bara, nei, ég meina, þú veist, og hvað þá með SEC sem er með Project Crypto? Já. Það bara, við erum að hætta við það því að nú banna lög þetta. Það var nákvæmlega það sem við erum að segja, við erum með SEC sem vil koma þessu í gegn og hann er búin að segja, komum þessu bara í gegn, sem bendi þess að hann var ekki búin að lesa þessa klausu. Þú veist, maður myndi halda að BlackRock og þessir aðilar séu með sæmilega gott lobby power. Þú veist, það bara fara að, þú veist, hella meira kaffi í þessa lobby kalla hjá þeim, sko, fara hans að vakna og lesa frumvarpið sem verður að sýsla með, sko. Já. Það er náttúrulega alveg galið að heyra þetta. En svo er þetta það sem að hefur rauninni verið mesta umræðnum, að það er það að það verður bannað að veita svo kallar vexti eða yield fyrir stablecoins já. Sem er svo klikkað af því að það er verið að segja bara við ætlum að vera með hann einkarétt handa bönkum. Já og þú veist áður en fyrir þangað þú veist þetta er aðdragandi að þessu að því rauninni voru kryptafólki svo rosalega upptekið að koma þessu Genius Act í gang. Þetta er rauninni hluti af Genius Act. Það var bannað að hafa þeir bönnuðu yield bearing
stablecons Já. svona eins og Ondo og okkur og það er tekið út af öllum bandariskum Já, svona kaupöllum einmitt. nú eru bara menna átt að segja á því ég meina, og að þetta sé bara ekkit frábært Einmitt. og það er svo greinlegt Þetta getur verið gallin líka við að því að það lá svo mikið á að drífa þessa lagasetningu af. Þetta er alveg svona klassíst. Þú veist, Trump var bara að vera keyrið í gegn núna. Þetta er alveg svona klassíst. Svo eru bara einhverjir blönderar í lagasetningunni sjálfur þegar það verður á lögum. Og allt í einu bara, ó já, þú veist, stóð þetta, ok, heyrðu. Það er að breyta þeim vissulega. Brian Armstrong hefur búin að hafa mikil áhrif og nú er þetta komið í eitthvað svona smá pásu að Brian Armstrong segir setningu þú veist Og Brian Armstrong fyrir það sem ekki vita hann er fórstjóri Coinbase. Hann segir þessa setningu við viljum frekar fá Engin lög Einmitt. heldur en léleg lög Já, 100%. 100%. og ég er svolítið þar og þú veist Já. og ég fór svona að skoða þetta svolítið svona bara söguleg samingi það var til einhvern tímann eitthvað sem að hétt Narrowbanks Já, einmitt. sem að rauninni var Svona sem þetta í Fiat Standard. já, svona heiðarlegur bankar sem að þú lagðir inn 1000 kalliðin og 1000 kalliðin var hérna í og hann var rauninni bara í í ríkisskuldabrifum Þeir voru ekki með fractional reserve. Nei, og síðan var þetta bara bannað og eins og ég skildi það þetta var bannað okkur svona forsendum að þú veist, allir hinn eru fractional reserve að ef að fólk færi að hafa áhyggjur af peningur sinum í hinnum bankunum þá myndi allir flýja yfir í þessa banka og þá myndi allt bankakerfi fara á hliðina sem var í stór hættilegt bönnum þetta bara. Þetta var raunverulega, ef þú vilt túlka það þannig, þá má alveg segja, þú veist, ég las einmitt þetta í Fiat Standard, gott ef þú ekki líka hafði gert það var mikil umfyllun þetta þar, sko, að þú veist, skilabónum voru eiginlega bara þá leið bara, herru, þú veist, að því að mótili hjá öllum öðrum er óheiðalegt, þá getum við ekki hleypt þér inn þar sem þú ætlar að vera heiðalur, þá sé samaburður og fólk getur fara að spyrja sér spurninga og þá fellur allt kerfið af því að þá vil enginn vera hjá óheiðalugum aðeila. Þau viljum bara allir sé óheiðalegir. Þannig, og í þessu tilviki þá bara vilja bankanir, þú veist, þeir hrættir við það að fólk sjáu það sem þetta hafa góða vexti í stöðuleikamyndunum sem eru bakkaður upp einn á móti einum á móti ríkisskuldabrifum og fara úr bönkunum þannig að þeir eru að reyna bara að stoppa þetta og halda bara peningunum þínum hjá sér og ég held að sé bara það er engin spurning, það er bankakerfi er að hafa áhrif og þeir vilja auðvitað voru leiðir framhjá þessu til dæmis síðan að Genesis kom þú gast til dæmis gætir til dæmis sem bandaríkjamaður inn á, segjum bara eitthvað crypto.com og þú gast þarna steika sem er raunin eins og fá vexti stöðuleikamynd en fengið það bara út í CRO-myndinni þá er það ekki vextir og það er ekki sömu myndinni, þá er þetta meira bara svona eins og vildarpunktar sem fjárst fyrir það þannig að þú veist, það mun alltaf vera leiðir framhjá þessu en ég segi það að já, þú veist, ég er svona ég er sammála Brian Armstrong var eitthvað meira sem Brian Armstrong hafði þetta að segja hann var að tala um þetta aðalega þessi tvö atrið sem þú ert að tala um talar um DeFi, sem skiptir okkur minna máli þetta real world assets real world assets er náttúrulega bara skiluru, ef það fer ef þetta yrði að lögum þannig sem myndi banna real world assets, ég verða viðkynna, ég efast ekki um að það hafi rétt fyrir þér en ég ætla að kynna verða þegar ég kemur þú getur bara sagt mér að það bara ætti að setja eitthvað fólk í gaskljáðan eða eitthvað, þetta er það svona absúrt fyrir mig að heyra þetta svo er eitt í þessu sem er svo sem kemur ekkert óvart og Brian Armstrong talaði ekkert það er ekkert þetta að þingmenn og forsetar með ekki eiga fyrirtæki í Nei. Og menn hugsa örgulega, þá menn Trump ekki skrifa undir en það er mjög ákveð á demokratunum ég heyrði eitthvað staðar að það er ekki nema einhverjir, þeir þurfa 7 demokrata til að samþykja þetta allavega og ég veit ekki hvað við erum 40 og tala með öldungadeildina já, það sé ekki öldungadeildin já, þeir eru allavega með meirlutin öldungadeildin ég man ekki hvað hann er mikill já, og þú veist að það eru þá meikar ekki sens að það þurfi einhverja demokrata að því hann er með báða deildinar
það er 100 öldungadeildarþingmenn. Sé þá út frá því að sé ekki allir republikar samþykkt. Já, það geti verið það, sko. Mjög fáir demokratar með þessu Já, og sumir bara skoðið ekki einu sinni. já. Mjög margir. Það geti verið staðan að það eru einhverjir demokratar upp á grabs og það eru einhverjir republikanum að segja ég er ekki að fara að samþykja þetta. Það er það sem ég finnst heillandi samt við bandarísk stjórnmál að hér á Íslandi, svo veist, ef þú ert í stjórnarflokki sem þingmaður og þú neitar að greiða atkvæði með stjórnarfrumvarpi, það er bara jafngildi það líkuð úrsögn úr flokknum, sko. Bandaríkin hafa miklu meira umburlendi fyrir bara ok, þú ert með okkur í flokknum, þú ert með okkur í stóru myndinni en þú veist, þú mátt samt fylgja þinni sannfæringu eins og þetta stjórnarskrána í Íslandi segir að þingmenn eru bundið sinni sannfæringu en að vita allir að það er náttúrulega ekki þannig. En þú veist, það sagði einhver sem var að tala þetta, sérfræðingur í þessu, lögfræðingur sem var að segja sko, mér að svona flókin og stór frumvörp sem breyta svona miklu, taka stundu bara áratug einmitt. Við erum átt okkur á því og við viljum bara keyra þetta í gegn hratt og þú veist, og svo máttu við alveg búast við því að bankakerfi myndi að annarkvort reyna að berjast gegn ykkur eða berjast fyrir sínu allavega og það er að gerast þetta bara, og ég bara eins og staðan er í dag á ég erfitt með að sjá að þetta frumvarp geti farið í gegn í óbreyttri mynd. Ég sé það ekki farið í gegn óbreyttri mynd en ég sé það heldur ekki breytast yfir í það að það verður leyft vextir á stöðleikamyndum og þú veist, skiptir ykkur máli. Já, ég held að aðra þjóðir heimsins munu svolítið kópir að það sem Bandaríkin er að gera líka. Ég myndi ekki vera 100% viss á því, sko. Þetta komin mikalöggjöfinni, en þú veist, þar er þetta líka svolítið svona, þú lest í gegnum það var auðvitað að sjá það að bankakerfi það áhrif á það líka, sko. Já, einmitt, það er alveg hægt að finna merkjum það, sko. Já, þú veist, það er náttúrulega bara raunveruleikinn, þú veist að áhrifamiklir aðilar í samfélaginu að hafa áhrif á lagasetningu, þannig hefur náttúrulega alltaf verið, sko. Þetta skiptir þetta rosa miklu máli fyrir sérstaklega bara allt kryptói, það skiptir kannski minnsta máli fyrir Bitcoin eitt og sér. Já, einmitt, ég er alveg sammála því og það er eitt af yfirburðunum sem Bitcoin hefur. Já. Er að það er eitthvað lang minnst háð svona lagalegri áhættu, skilur við. Þú veist, að það stendur eitthvað alltaf, en þetta er einmitt, þú veist, ef þú tekur bara eins og ég over my dead body að það verði að lögum meðan Trump er forseti að real world assets verði bannað að setja á bolkakeður. Það hlýtur að verða breytt í þessu, sko. Já, en ég er bara að segja, sko, að sem sagt verði það hvers virði er þá AVAX sem dæmi, skilurðu og er umlega Solana eða hvað það er, skilurðu þú veist, fattaru. Við getum sagt allt þetta, við þyrjum byggja líka svolítið á því, ég veit ekki með XRP, þú veist, en já, bara það var áhært að fylgjast með allan að markaðurinn fór svolítið niður við þetta, það trading volume held ég lækkaði 25% kjölfarið, sko. Þannig að þú veist, það er alveg svolítið hyggst í gangi í kringum þetta allt saman. Já, það er, þú veist, að það má alveg segja að séu vonbrigði, en kannski er maður og óþolumóður, kannski með skilum maður ekki eins og þú varst að segja það sem þessi maður talaði að þetta getur tekið áratugi, þetta getur tekið svo langan tíma og það sem maður á endanum vill er náttúrulega bara að það sem verði á endanum sett og verða lögum verði mjög varanlegt, verði ekki eitthvað til skemmri tíma og verði mjög vandað. Já, þú vilt miklu frekar bíða í 5 ár eftir löggjöf sem getur staðið bara meira og minna óbreytt í 50 ár eða 100 ár. En pressan núna er kannski það að þessi ríkisstjórn hefur svolítið verið krypto ábyrrandi og þeir vilja svolítið fyrir kosningar, midterms, náðu sig gegn. Og ein rökin eru ef að demokratar taka yfir þingið, það er ekki séns að þessi lögur að fara í gegn. Nei, það er einmitt málið, já, einmitt. Þannig að það verður svakalega spenna, bæði myndi halda á mörkuðum og í bandarískum stjórnmálum, það er svona alltaf spenna í bandarískum stjórnmálum og reyndar alltaf spenna á mörkuðum líka, en ég held að verði mjög mikil fram að midterm elections.
sem vorum við fjallum hvað, er það í haust eða ekki, eða Jú, ég held að sé það. já, ég held að en ok, þannig að þetta er Ég áhvert held að sé alveg nóg þetta bili, við getum bara fylgjast með. já, þannig að þú veist svona niðurstaðan er svo að það er svona þegar maður kíkir undir hútið á þessari lagasetningu þá eru bara mjög varhugaverð atriði blessunlega eru allavega einhverju vakandi fyrir eins og Brian Armstrong og hefur verið sett á hold núna kannski er það bara jákvætt að þessu hafi verið slega á frest allavega einhvern tíma en ert þú með einhverja fleiri punkta? Ég get kannski komið með bara svona nokkra upptalninga bara aðeins að fara eitthvað djúpt í einhverja hluti. Já. Við höfum haft svona privacy coin einmitt svona, þú veist svakar alveg á Monero Síkast fór aðeins niður og við það fór Monero í all time high og er núna hvað 2018 11. stærsta rammið til heimið ég held að þessi komið og fyrsta skipti í all time high sem 2018 wow. Samt við þetta frumvarp og svona áhvert að segja menna, ef að frumvarp er ekki samþykkt þá getur Monero haldið áfram að því að þú veist leið og frumvarpið komið þá er bara Monero orðið svolítið svona security alveg 100% sko. Síkast er bara einhvern veginn allt öðru í sig að þú getur alltaf þú getur haft að falið transaktionið þitt en þú getur að opna fyrir einhver löggjafi til að skoða það setna sem að það kemur miklu betur út eftir að þetta frumvarpið komið í gegn sko. Þetta er bara svona smá svona frétt svo var það þarna sem ég fannst bara eitt af þessu skrýtnu fréttum hlutum í þessum heimi að Erik Adams borgarstjóri New York sem er að hætta fyrirvændi, já, hann er ekki tekið við Mandani. Já, ég held hann væri að hætta kannski, nei, er hann ekki alveg að hætta er hann ekki orðin borgarstjóri Mandani? Já, það getur verið eins og fréttum jú, það getur verið að síðustu dögun sinn setta meme coin sem að 4 tímar setna var röggpúlað bara kert niður hann er reynda búin að gefa út í yfirlýsingu hann hafði ekki grætt króna á þessu þetta hafði ekki verið hann en ég veit ekki í öllu falli hræðilega klaufalegt já, hvernig ætlar að, þú veist margir vilja örugglega meina Erik Adams hafi tekið ágætlega til í New York borg og gert ykkur góða hluti og þetta verður það svo manns er svo endan einn á meme coin að Trump hefði þá vita að þau byrjaði einmitt verður sér áður en hann byrjaði þá koma með þetta, það er þetta alltaf gott hjá honum svo fannst mér mjög áhuga að vera ýmsar fréttir saman krypto og Twitter eða X þar sem að rauninni Twitter er að koma uppfærslu þar sem að þegar þú gerir dollaramerki Sol, ETH eða XRP eða eitthvað leiðis, þá getur þú látið koma verðið og eitthvað svo leiðis sko. Það var mjög áhugavert að þeir sýndu myndaði. Það voru eina myndunum sem var á myndinni var Base token sem er ekki til frá Base bálkakeðunni. Það er mjög sérstætt sko. Solana, þeir eru að integrera bálkakeðuna við Twitter að svona áhugaverðan hátt þannig að þú getur borgað og tekið upp peningum, þú getur verið að veðja í svona, hvað er þetta, polymarket eða eitthvað svo leið sko, eða gefa NFTs og svo framvegis og þetta svona kannski hangir sama við þessar svona samkeppni sem er vaxandi hann úti að það, hvort sem að X eða Coinbase eða Robinhood að allir er að keppast að vera svona, hvað kallar þetta, svona já, svona all in one shop já, plattform sem að þú getur gert allt one stop shop financial plattform sko og þú veist, við vitum alveg að Elon Musk vill gera það, þú veist þetta X-nafn kemur frá þeim tíma sem að þegar hann var að stofna fyrirtæki sem heita X og fór í samvinnu við Peter Thiel sem var þá að stofna PayPal og þeir fór í samruna og það hét á PayPal og hann er búin að eiga þetta X síðan sko. Þannig að hann vill gera það sko og þá talaði hann það, ég las ævisöguna þá talaði hann það, með að bara þeim tíma þá var hann með draumum svona everything app. Já, þetta er bara svona skemmtilegar pælingar. Ég hef heyrt svona, þú veist, það er mjög svipað, þú veist, þarna
búið að vera innflæðið alltaf á XRP og Solana. Já, ég var að sjá það, rosalega gott innflæði á XRP. Og XRP hefur, það er eitthvað momentum 2026 núna með XRP. Það er svona, ég sá einhver CNBC þar sem að menn voru að segja XRP eftir að vera bara aðal myndin á árinu. Ég sá einhver umræða því XRP er alveg gríðarlega vinsælasta kryptóið í Suður Kóru og nú er nýja ríkisstjórnin í Suður Kóru að eitthvað vinna með að reyna eiga í betri sambandi við Norður Kóru sem að geti þekkt að efnahagslífið í Suður Kóru geti orðið betra og það geti gagnast XRP mest af öllum í kryptó. Og líka sko ef þetta ár er að fara að einkennast af ykkur svona high stakes lagasetningu sem er að fara þú veist að bara hafa gríðarlega áhrif á gengi ýmissa mynta, þá er náttúrulega XRP með svo gríðarlegt lobby power. Þú veist, þeir eru með fyrirtæki Ripple, þeir eru endalaust af peningum, þeir eru búið við gríðalegri þekkingu á þessu öllu og með gríðalega reynslu sem, þú veist, vantar þekkingu og kaupaði bara fyrirtæki með þekkinguna. Já, þú veist, sem þú veist, önnur fyrirtæki hérna, eða fyrirgeðu sér að segja, þú veist, svo margar aðrar myndir sem er bara einhvers konar DeFi, decentralized, með einhverju forritun og teimi og kannski einhver sjóður sem á $500,000 eða eitthvað, skilurðu, þú veist, þannig að ég held að það gæti, þú veist, skilurðu, og náttúrulega Garlinghouse hérna búin að virðist vera í góðum samskiptum við Trump og ríkisstjórnina og svo framvegis, þannig að ég held að það allavega vinni 100% ekki gegn. Þeir voru með einhvern samning við, það kom einhvern daginn, það náði einhvern samning við Amazon, en það voru ekki menn alveg sammálaði hvort að þeir voru bara að nota Amazon Web Service eða hvort að þeir voru að gera samning við Amazon að nota XRP í transactions, en svona það var eitthvað svona ofsalega mikið jákvætt hvernig sérstaklega í svona XRP heiminum í kringum þetta sko. Þannig að þú veist, við sáum það bara hérna hvernig var það, 2023 þegar bara XRP byrjaði að koma á öllum óvart einhvern veginn, var það 2004. 2004, að lokin 2004. Og þú veist, XRP heldur áfram að koma þeim á óvart sem að hafa ekki eins mikli trú á XRP, sko. Og engum meira heldur en þér, sjálfum. Kannski ekki lengur. Löngu hægt að hafa trú. Ég er svo sem oft verið að skoða bara svona user basis og XRP hefur ekkert endilega komið vel út þar, en bara ég hef sagt það hérna áður og ætla að segja núna það sem þú sagðir áðan, það er ekkert fyrirtæki hérna úti sem, eða það er engin bálkakeði eða hvað kalla, engar lausnir hérna úti sem getur svona haft eins mikið svona mass áhrifur heldur en þeir sko. Þú veist, maður voru svona að setja samingi við Cardano, Cardano er bara, mér finnst bara dónaskapur XRP að bera Cardano saman við í dag með að við svona svolítið fall þeirra, en ok, ég vona ég bara móðgengan Cardano of seint en það er nú bara það sem fylgir því þegar maður opnar munnin að maður verður að hætta því að móðgengun, því að það er nú það sem tjáningarfrelsið gengur út á en Björn Harðarson, ég er bara mjög ánægður með þessi yfirferð og ég held að við höfum tekið á því sem það voru þessi 3 atriði sem ég vildi helst tala og kannski aðalega þessi 2 sem var Powell annars vegar og svo þetta market structure bill og það er náttúrulega hvort tvekja á samhæld, það er bara rétt að byrja og fyrirsjáld þetta mun hafa áfram mikil áhrif á markaðin að því sögðu þá þakka ég þér bara fyrir gott spjall eins og alltaf og ég þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hlustununa og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuleiðinni þangað til næst verið sæl.